Góðan dag. Þá hefst fundur í bæjarstjórn Árborgar kjörtímabili 2022 til 2026 og við erum hér að funda á þessum drottins degi í fallegu veðri 25. mars sem er líka óvenjulegt af því að eins og kannski flestir þekkja og muna og vita að þá erum við vön að funda fyrsta og þriðja miðvikudag í mánuði en við gerðum á því breytingar á síðasta bæjarstjórnarfundi þar sem að núna koma inn í páskar og gætu þurft að gera það eina ferðina en það kemur í ljós síðar á fundinum. Fyrst förum við yfir mætingu. Kjartan Björnsson er sá sem hér stendur, forseti bæjarstjórnar, Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, Ari Björn Thorarinsson, varabæjarfulltrúi D-lista fyrir Fjólu Steindóru Kristinsdóttur, Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-lista, Brynhildur Jónsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, Þórhildur Dröfn Ingvadóttir, varabæjarfulltrúi fyrir Helgu Lind Pálsdóttur, D-lista, Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista, Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista, Ellý Tómasdóttir, bæjarfulltrúi B-lista og Álfheiður Einarsdóttir, bæjarfulltrúi A-lista. Rósa Sif Jónsdóttir er ritari fundarins. Fyrst vildi ég fá að kalla eftir athugasemdum að þær eru við fundarboðið. Ef þær eru ekki, þá líti ég á það sem gallalaust og samþykkt og við göngum til dagskrár. Það er fyrsta mál á dagskrá fundarins, erindi samráðshóps málefni fatlaðs fólks í sveitarfélaginu Árborg. Velferðarnefnd samþykkti fyrir sitt leyti og fundi 7. mars 2025. Já, er það rétt ártal? Erindisbréf samráðshóps málefni fatlaðs fólks og lagði til við bæjarráð að hópurinn yrði stofnaður. Velferðarnefnd lagði ennfremur til að sveitarfélag segði sig frá þátttöku í starfandi notendaráð á vegum Bergkristjáns byggðasamlags. Á 121. fundi bæjarráð sem haldinn var 21. mars 2025 lagði bæjarráð til við bæjarstjórn að samþykkja erindisbréf hópsins að kjósa formann samráðshópsins og samþykkja að sveitarfélag Árborg segi sig frá þátttöku í starfandi notendaráði á vegum Bergkristjáns byggðasamlags. Fulltrúar í samráðshópnum eru Helga Lind Pálsdóttir D-lista aðalmaður, Sveinn Ægir Birgisson D-lista aðalmaður, Ellý Tómasdóttir B-lista aðalmaður, Brynhildur Jónsdóttir D-lista varamaður, Kjartan Björnsson D-lista varamaður og Arna Ýr Gunnarsdóttir S-lista varamaður. Lagt er til við bæjarstjórn að samþykkja sveitarfélagi segir sig frá þátttöku í starfandi notendaráði á vegum Bergkristjáns byggðasamlags og lagt er til við bæjarstjórn að samþykkja erindisbréf hópsins og kjósa formann samráðs hópsins. Og hér er eitt fylgiskjal og ég opna fyrir mælendaskrá fyrir þá sem vilja tjá sig þetta fyrsta mál á dagskrá fundarins og Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista óskar eftir að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Heyrðu, já, við erum hérna með mál staðfesta erindisbréf samráðshóps málefni fatlaðs fólks í sveitarfélaginu Árborg. Því miður og dagsetningin er rétt. Það er liðið í rauninni ár frá þetta var samþykkt í bæjarráði og þá var farið í það að kalla eftir fulltrúum frá notendum. Tók heldur lengri tíma, bæði bara var það inn í kerfinu, það komið sumarfrí og alls konar inn í en það hafði síðan núna í vetur að fá alla fulltrúa inn og síðan var við að fara yfir erindisbréfið og er það leiðandi komið inn. Seint, en það kemur þó inn, svo við séum bara hreinskilin með það. En það er jákvætt að við séum að klára þetta og stofna samráðshópinn loksins og hann getur unnið áfram. Hefur náttúrulega verið flott samstarfi í gegnum tíðina með notendaráðinu en þetta er svona ferilli sem hefur verið í gangi á þessu síðustu árum að sveitarfélögin hafa verið að stofna sem samráðshópana og til þess að þjónustan og notendur sé í sínu nærsamfélagi en það er alveg að hafa stærri þá notendaráðin eins og kemur til Bergkristjáns eru þá að falla út á endanum þegar að þessi samráðshópar verða komnir í fleiri sveitarfélögum og innan ákveðna svæða. Þannig að
fulltrúar í samráðshópnum var eins og hann las upp voru komnir en það síðan búið að skipa frá notendum og vonandi getur þá hópurinn fundað en auðvitað erum við í lok kjörtímabils þannig að á næstu mánuði verða náttúrulega skipaði síðan væntanlega nýjir kjörnir fulltrúar sem verða þá nýjir bæjarfulltrúar í seinna í sumar. En við leggjum til að því hluta því sem við erum að leggja að Helga Lind Pálsdóttir verði formaður hópsins og öðru leyti að erindisbréfið verði samþykkt og hópurinn geti þá hafið til starfa og formlega, við getum sagt okkur það, segjum okkur þá formlega úr notendaráðinu. Við hefum auðvitað unni með því og annað en þegar þetta er staðfest og hópurinn tekur til starfa, þá segjum við okkur úr notendaráðinu. Þannig að já, leggjum til að Helga Lind verði formaður og að erindisbréfið verði samþykkt. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta, Bragi. Það eru fleiri sem vilja. Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, það eru óskað eftir að fá að taka til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Já, ég kem hér upp til þess að ræða fyrsta mál á dagskrá hérna í bæjarstjórninni. Það er að segja þetta erindisbréf sem liggur hér fyrir fundinum samráðshóp málefni fatlaðs fólks í sveitarfélaginu. Ég verð nú að segja eins og að það er nú alveg ótrúlegt sleifarlag á vinnubröðunum í kringum samráðshópin í sveitarfélaginu. Ég kom hérna upp í upphafi kjörtímabilsins í júní 2022, rétt eftir kosningar, og þá var í fyrsta skipti verið að kjósa í þennan samráðshóp á fyrsta fundi eftir kosningar og þá voru 3 kosnir í samráðshópin. Nú eru næstum liðin 4 ár og samráðshópurinn er aldrei komið saman, aldrei. Þetta er náttúrulega auðvitað, ég ætla að vona að þetta lýsi ekki viðhorfi meirihlutans í sveitarfélaginu til þessa málaflokks. Ég er nú búin að vera að skoða hérna hjá sveitarfélögunum, nágranna sveitarfélögum og fleiri að sem dæmi í Hveragerðisbæ þá er til dæmis búið að halda 12 fundi. Það búið að halda 12 fundi á kjörtímabilinu í samráðshópnum. Við höfum ekki haldið einn einasta. Og það er rúmt ár síðan það var samþykkt að vinna þetta erindisbréf og kalla til fulltrúa frá notenda eða úr notendahópum. Ég líka lýsi yfir vonbrigðum með að það skuli ekki fylgja með þessu eða þessum dagskrárliðum, við sjáum ekki hverjir þetta eru. Mér finnst að við eigum að sjá nöfn, þannig að við sjáum fullskipaðan hóp, við sjáum fullskipaðan nefnd. Það liggur ekki fyrir hér, þannig að mér finnst nú svona, það er kannski pínlítið erfitt fyrir okkur bæjarfulltrúa að taka afstöðu til þess hvernig samráðshópurinn lítur út, af því það skiptir miklu máli að þarna séu öflugir fulltrúar notenda. Af því þetta snýst þá, fyrst og fremst. En ég verð bara aftur að lýsa miklum vonbrigðum með það að við séum að klára kjörtímabilið. Það er liðin 4 ár og þessi nefnd, þessi samráðshópur hefur aldrei komið saman. Annað varðandi það að segja sig úr samráðshópnum að notendaráði Bergersons, þá minn ég á að það er samt að fullu starfandi og mér finnst svona, ég velti fyrir mér að segja að hvort það sé einhver þörf á að segja sig úr því að við erum auðvitað partur af Bergersonum. Við erum auðvitað í Bergersonum, við erum með formennsku í stjórn Bergersons og ég velti fyrir mér af hverju þurfum að segja okkur úr þessu notendaráði. Ég meina, samráðshópurinn getur alveg haft sitt hlutverk og haft mikilvæg hlutverk að gegna þrátt fyrir að við séum líka þáttakendur í samráðshóp Bergersons. Því Bergerson er auðvitað, hann hefur kannski
aðeins annað hlutverk heldur en málefni fatlaðs fólks innan sveitafélagana. Það er auðvitað svona víðtækara hlutverk. En engu að síður þá finnst mér þetta alveg ótrúlega léleg frammistaða. Og mér finnst það bara, og í rauninni það er eiginlega spurning yfir höfuð af hverju við vorum að taka þetta fyrir inn í dag, því að það muni ekki verða haldinn fundur fyrir inn á nýju kjörtímabili. Það er alveg ljóst. Þannig að já, þetta er bara mikil vonbrigði, þessi vinnubrögð, og ég vona svo sannarlega þessu ekki lýsandi fyrir það viðhorf sem að meirihlutinn hefur til þessa málaflokks. Takk. Takk fyrir þetta, Arna Ýr og fleiri sem vilja tjá sig þetta fyrsta mál hér á dagskrá fundarins. Samráðshóp málefni fatlaðs fólks í sveitarfélaginu Árborg. Ellý Tómasdóttir, bæjarfulltrúi B-lista. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég vildi bara koma og fagna því að þessi samráðshópur málefni fatlaðs fólks sé loks að fara af stað. Og mér finnst sérstaklega mikilvægt að þetta verði hópur sem er ekki bara flottur á pappír, heldur verði raunverulega vettvangur þar sem að bara fólk var tækifæri til að hafa áhrif. Og eins og kemur fram í erindisbréfinu að þá á hópurinn að vera vettvangur samráðs og hafa áhrif á þjónustu og þróun hennar. Og það er bara mjög mikilvægt að rödd fatlaðs fólks og aðstandanda heyrist skýrt og að sú reynsla sem liggur þar að baki nýtist í ákvörðunum. Og bara að segja aftur, mér finnst bara mikilvægt að við höfum fund sem fyrst, þannig að við náum að funda áður en að þessu kjörtímabili lýkur og við séum þá komin að stað með einhverju vinnu sama hver verður í þessum hóp eftir þetta kjörtímabil. En ég er allavega tilbúin að leggja mitt á mörkum og bara hlakka til að fá fund áður en að kjörtímabilinu lýkur. Takk. Takk fyrir þetta, Ellý. Þá hafa ekki fleiri kveðið sér hljóðs og við göngum til atkvæða. Þeir sem eru þessu erindisbréfi samráðshóp og þeim einstaklingum sem til voru lagðir samþykkt vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Við göngum þá til annars máls á þessum fundi og það er aðalskipulag Árborgar 2020-36, breyting svæði M10, Tryggvagata, tillaginu frá 50. fundi skipulagsnefndar frá 10. september 2025. Liður 1. Aðalskipulag Árborgar. Lögð er fram uppfærð tillaga vegna óverulegrar breytingar á aðalskipulagi Árborgar 2020-36 eftir athugasemdir innan afgreiðslu skipulagsstofnunar dagsett 21.8.2025. Tillaga var tekin fyrir á fundi skipulagsnefndar þann 9. júlí 2025 og í bæjarráði 10. júlí sama ár. Niðurstaða bæjarráðs var auglýst í lögbirtingablað og dagskráni ásamt heimasíðu Árborgar þann 17. júlí 2025. Skipulagsstofnun gat ekki fallist á að óverulega breytingu væri að ræða þar sem að tillagan gerir ráð fyrir að heildarfjöldi íbúða væri aukinn úr 20 til 40 í 80 íbúðir. Uppfærð tillaga gerir ráð fyrir að heimild sé fyrir alltaf 45 íbúðum í stað 20 til 40 íbúða. Skipulagsnefnd Árborgar mælist til þess við bæjarstjórn að samþykkja viðkomandi breytingu á aðalskipulagi sveitarfélagsins sem óverulega breytingu á grundvelli framlagðs rökstuðnings. Málið fái málsmeðferð á grundvelli 2. málsgreinar 37. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 er varðar óverulega breytingu á aðalskipulagi. Niðurstaða sveitarfélagsins verði síðan auglýst á opinberum vettvangi og sent að nýju til samþykktar hjá skipulagsstofnun. Og hér eru 3 fylgiskjöl með, en ég opna fyrir mælendaskrá ef einhverju vilja tjá sig. Ari Björn Þórarsen, varabæjarfulltrúi D-lista.
Já, forseti, góðir bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Þetta er óveruleg breyting, eða er breyting á aðalskipulaginu sem að raun og veru kannski kom mest í ljós þegar að við héldum nefndin að þetta gæti bara fallið með og gert samhliða deiliskipulaginu það í sumar en Skipulagsstofnun hélst ekki á það og þegar maður rýnir betur og þá bara var það mjög skiljilegt. Það var auðvitað inn í textanum, gamla textanum, þá var fjöldin, íbúðafjöldin slíkur að það passaði ekkert saman og við fengum þetta í hausinn aftur og nefndin samþykkti þetta samhljóma á sínum tíma að gera þessa breytingu. Ég hef svo litlu við þetta að bæta. Takk fyrir þetta, Ari Björn, og þá hefur Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, óskað eftir að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Það er rétt svona að bæta við bókunina því að svona af kynningu frá skipulagsfulltrúa þannig að máli væri skýrt. Það var í rauninni í textanum í greinargerðinni sem var ekki í inngangnum. Það var þetta ákvæði sem kviknaði núna að það var krafa í gamla aðalskipulaginu að setja eru stúdentaíbúðir og verslanir og jarðfræði byggingarinnar sem var semst fallið frá í deiliskipulaginu og nefndin var búin að afgreiða það eins og kom fram hjá Ara, en það var ekki í inngangnum og þar af leiðandi féll skipulagsstofnun frá því að senda þetta til afgreiðslu bæjarstjórnar í haust og það bara myndi ekki þurfa því að íbúðafjöldin er undir 40. En svo þegar kemur upp núna frá Skipulagsstofnun að þetta ákvæði var inn í greinargerðinni að þá myndi ég leggja það til að það kemur fram í bókunni hjá okkur að við sem samþykkjum tillögu skipulagsnefndar óverulega breytingu en breytingarna fel í sér að falli verði frá því að kröfur séu settar stúdentaíbúðir og verslanir og jarðfræði bygginganna auk þess sem fjöldi íbúðir aukin 5 íbúðir, það er náttúrulega bara eins og er í bókunni 40-45 þó að mun ekki reyna á það því að deiliskipulagið er undir 40 og við feljum þá skipulagsfulltrúa að auglýsa. Þannig að tillagan er óbreytt en við skýrum það aðeins betur í bókuninni hvað er að ræða sérstaklega stúdentaíbúðum því að Skipulagsstofnun sett út á það í deiliskipulags yfirferðinni hjá sér þó að íbúðafjöldin hefði þá ekki raunverulega áhrif lengur. Vona að þetta útskýri málið og bókunin geta á staðið. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta, Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig undir þessu öðru máli dagskrá fundarins aðalskipulag Árborgar 20-36, breyting á svæði M10 við Tryggvagötu. Ef svo er ekki þá göngum við til atkvæða þessum breytingum samþykkt við vinsælt gefimerki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að þriðja máli á dagskrá fundarins. Já. Já. Já, hún fylgir með bókunni sem að Bragi las hér áðan. Þá göngum við til þriðja málsins á bæjarstjórnarfundi dagsins. Það er Jórvík 1, deiliskipulagsbreyting. Tillagan er frá 58. fundi skipulagsnefndar frá 11. mars síðastliðinn liður 3, Jórvík 1. Lassen Hönnun leggur fram uppfærða tillögu breytinga á deiliskipulag íbúðabyggðar í landi Jórvíkur 1 sem var frestað afgreiðslu á fundi nefndarinnar þann 25.2.2026. Markmið með deiliskipulagsbreytingu er að bæta nýtingu fjölbýlishúsalóða með fjölgun íbúða, stækkun á byggingarreit, bílastæðum fækkað og hámarksvegg eða mænishæð er hækkuð. Breytingar á fjölbýlishúsalóðum F2 er bílastæðum fækkað niður í 1 stæði á íbúð og hámarksvegg mænishæð hækkar úr 8 metrum upp í 10 metra.
Á lóðunum Fossvík 1, 3 og 5 eru byggingareitir stækkaðir og íbúðum fjölgað í samræmi. Á lóðinu Nýja Jórvík 13 er íbúðum fjölgað. Að öðru leyti gilda eldri samþykktir skilmálar. Nýja Jórvík 13 fjölgar úr 12 íbúðum í 20. Fossvík 1 fjölgar úr 8 íbúðum í 12. Fossvík 3 fjölgar úr 8 íbúðum í 16. Fossvík 5 fjölgar úr 8 íbúðum í 12. Fjölgun samtals úr 36 íbúðum í 62. Skipulagsnefnd Árborgar mælist til þess við bæjarstjórn að viðkomandi breyting á deiliskipulagi svæðisins verði samþykkt. Málið fái málsmeðferð á grundvelli 1. málsgreinar 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 er varða breytingar á deiliskipulagi. Jafnframt mælist nefndin til þess að breytingi verði sérstaklega kynnt aðliggjandi lóðarhöfum innan hverfisins. Og opna ég fyrir mælendaskrá fyrir þá sem að vilja tjá sig þetta mál, númer 3, og það er Ari Björn Thoroddsen, varabæjarfulltrúi í D-lista sem óskar eftir að fá að taka til máls og hann er reyndar formaður skipulagsnefndar líka. Já, forseti, góðir bæjarfulltrúar tilheyrendur. Þeir komu félagar sem að eiga þetta hverfi með erindi fyrst þarna 2015 og síðan aftur, eða við frestuðum því þá að því að við vildum láta að vinna það betur og áttum samtal og fundi með þeim. Og raun og veru eru þeir fyrst og fremst að nefna það að það þurfi meira að litlum íbúðum á svæði. Það sem sölu möguleikarnir í því eru mestir eins og staðan er í dag. Svo eins og við vitum öll að það hvernig þjóðfélagið er að þróast að þeir gerðu ráð fyrir þess að voru allar þessar íbúðir frekar stórar en þeir vildu fara niður í einhverja 50-60 fermetra íbúðir líka, eiga það til einhverja 2 herbergja íbúðar eins og er nú svo sem víða í blokkum, en það var ekki í þessum húsum neina 2 herbergja íbúðir og nefndin féllst á það eftir að hafa skoðað málið þokkalega og þeir komu svo aftur með nýja tillögur fyrir seinni fundinn og sem við samþykktum og ég legg til að þetta verði samþykkt og þeir geti þá haldið áfram sínu uppbyggingaferli. Takk fyrir þetta, Ari Björn. Þá er Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi í B-lista og óskar eftir að fá að taka til máls. Virðulegur forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, það var svo sem vita mál að það þurfi aðeins að bregðast við aðstæðum á byggingamarkaði og ég eiginlega fagna þessu svolítið. Og hér er verið að búa til í rauninni aðstöðu fyrir unga kaupendur til að koma inn á markaðinn, inn á okkar markaðu þetta og þetta gæti verið mikið heillaskref og ég sjálfur á nú börn á þessum aldri sem vera að stíga sín fyrstu skref á markaðnum, þannig að ég get ekki annað sagt en að þetta gladdi mér svo litið að sjá að það sé verið að bregðast við þessum vanda og svo auðvitað er það líka þannig að það er eftirspurn eftir íbúðum á þessari stærð frá sveitarfélaginu og það er vel að geta blandað inn eignum sveitarfélagsins, eiginfjárstöðu sveitarfélagsins inn í þessi hús. Þannig að ég bara held að þetta komi til mig að nýtast margt mjög vel og verði bara gaman að sjá hvernig þetta mun fara inn á markaðinn. Takk. Þetta, Arnar Freyr. Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, hefur óskað eftir að fá að taka til máls. Forseti, já, það er í rauninni eins og bæjarfulltrúi Arnar kom inn á áðan og kom fram líka í máli Ara, formanns skipulags- og byggingarnefndar, að það er náttúrulega eðlilegt að aðilar á byggingamarkaði sé að bregðast við
eftirspurninni sem núna, það aukin eftirspurn eftir minni íbúðum og það auðvitað þessi fjölbreytni sem lykilatriði. Fjölbreytnin lykilatriði í öllum nýjum hverfum sem við erum að byggja upp, þá skiptir öllu máli að það sé sem fjölbreyttastur íbúðakosturinn. Það séu allar tegundir íbúða, það séu litlar, miðlungsstórar og stórar íbúðir eins og í fjölbýlishúsum og svo séu raðhús, parhús, einbýlishús, þetta sé í sömu hverfunum af því að blöndu hverfi bara það heillavænlegasta sem í samfélögum fyrir okkur öll. Það alveg sama hvert á litið. Það eykur jöfnuð og það gerir bara skólana betri og leikskólana betri og það bara allt. En það einmitt þetta með að við séum þá að bæjaryfirvöld á hverjum tíma séu vakandi fyrir því að byggingaraðilar séu með eins og í fjölbýlishúsunum sem séu byggð, það séu íbúðir á öllum stærðum. Við erum búin að læra reynslunni, það ekki gott að vera með fjölbýlishús þar sem einsleitt, þar sem allar íbúðir eru litlar eða það bara vont fyrir alla. Ekki bara þá sem að búa í þeirri íbúðareiningu heldur bara okkur hinn og alla líka þá sem búa í einbýlishúsunum. Það alveg sama hvert á liti, það bara slæmt fyrir alla. Þannig að bara minna á að við skulum vera á vaktinni varðandi þetta. Og mér sýnist á þessu að það sé verið að blanda íbúðum ágætlega og þannig að það bara gríðarlega mikilvægt að við pössum upp á það. Takk. Takk fyrir þetta, Arna Ýr, þá Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-lista, óskar eftir að taka til máls. Já, forseti, bæjarfulltrúar bara taka undir þau orð sem hefur komið, hvað mikið þetta við sem að byggja fjölbreytt og þannig og maður tekur eftir ekkert á markaðinum í dag að það eru svolítið svona einsleitar íbúðir til sölu og það eru svona mismunandi íbúðir sem eru greinilega að seljast vel og aðrar ekki og bara mikilvægt fyrir okkur líka þegar vextur og verðbólga að hækka og kannski frost á húsnæðismarkaði að bregðast svona við þessum geira að bara fagna þessu. Takk fyrir þetta, Sveinn Ægir. Það voru Ari Björn Thorarinsson, varabæjarfulltrúi D-lista og formaður skipulagsnefndar, óskar eftir að taka til máls. Já, forseti, takk fyrir þetta. Vildi bara svona rétt að benda á það. Það var raun og veru þetta sem fór fram á milli funda. Af því að við frestuðum þessu þegar kom fyrst. Þar var þetta mjög einsleitt, átti að vera bara heil blokk öll með litlum tveggja herbergja íbúðum. Það fannst okkur ekki passa og vegna þess var raun og veru málum bara frestað, við ýttum tilbaka og fengum það svo mun betra tilbaka aftur. Takk fyrir þetta, Ari Björn. Þá voru Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista, sem óskar hefur verið að taka til máls. Já, takk fyrir herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég nú ekkert gott þetta að segja. Ég velti bara fyrir mér, já því ég sá ekki gögnunum, var fengin umsókn frá umhverfis- og mannvirkjasviði varðandi tengingar og því líkt. Já, það kinkað hér kolli hægri vinstri og ég reikna með þetta því bara lagi, þannig að þá þetta bara þitt besta mál. Takk. Takk fyrir þetta, Sigurjón Vídalín. Þá hafa ekki fleiri kveðið sér hljóðs í þessu máli og það sem sagt deiliskipulagsbreyting Jórvík 1 og þeir sem eru því samþykk vinsalast gefið merki. Það samþykkt samhljóða. Þá komið að fjórða máli og dagskrárfundarins reglur heimgreiðslur. Þetta er tillaga frá 163. fundi bæjarráðs frá 12. mars síðastliðinn. Lagðar eru fram tillögur að reglum heimgreiðslu til foreldra vegna dagvistunar barna, gjaldskrá og minnisblaði sviðsstjóra fjölskyldusviðs dagsett 9. mars síðastliðinn. Heiða Ösp Kristjánsdóttir sviðsstjóri fjölskyldusviðs kemur inn á fundinn og fer yfir tillögur að nýjum reglum heimgreiðslur til foreldra.
Fram kemur að heimgreiðslurnar séu ætlaðar foreldrum barna á aldrinum 12 til 30 mánaða sem eru búsett í sveitarfélaginu Árborg og ekki komið með pláss á leikskóla eða í öðru dagvistunar úrræði. Gert er ráð fyrir að reglurnar taki gildi frá og með 1. apríl 2026 og upphæð heimgreiðslu með hverju barni verði krónur 110.000 sem er greitt mánaðarlega eftir á í alltaf 11 mánuði á ári en ekki er greitt fyrir júlímánuð. Bæjarráð samþykki fyrir sitt leyti reglur heimgreiðslur og vísar áfram til afgreiðslu í bæjarstjórn Árborgar. Bæjarráð vísar málinu einnig til umsagnar í velferðarnefnd og fræðslu- og frístundanefnd sem fylgi með til umræðu og afgreiðslu bæjarstjórnar. Bæjarráð felur bæjarstjóra að undirbúa viðauka vegna aukins fjármagns í heimgreiðslur á árinu 2026 að fjárhæð krónur 5 milljónir til samþykktar. Lagt er til við bæjarstjórn að samþykkja reglur og gjaldskrá fyrir heimgreiðslur og svo koma hér nokkrar útskýringar og fylgi skjöl með því sem að fylgir málinu en ég opna fyrir mælendaskrá og Bragi Bjarnason bæjarfulltrúi D-listar og skættir að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúi aðrir tilnefnendur. Já, ég ætla að fylgja aðeins betur úr hlaði hérna tillögur reglur heimgreiðslur þar sem við erum að taka fyrir reglurnar og gjaldskrána frá afgreiðslu bæjarráðs fór málið einnig til umræðu og umsagnar í velferðarnefnd og fræðslu- og frístundanefnd og það var sem sagt að því að fræðslu- og frístundanefndarfundur fór fram í gær að þá var gögnum bætt við þarna strax í morgun þannig að þið sjáu þá afgreiðslu nefndarinnar og bókanir sem fylgdu þar undir þannig að það komi skýrt fram. Inngangurinn svo nokkuð skýr, það er hérna erum að samþykkja heimgreiðslur sem gilda fyrir börn sem eru hérna á aldrinum 12 til 30 mánaða fyrir þá foreldra. Þeir þurfa að vera með náttúrulega lögheimili í Árborg og gilda leikskóla umsókn. Þetta eykur þá valmöguleikann fyrir foreldra á milli þess að hægt fara úr fæðingarorlofi og þangað til að barnið fær leikskólapláss. Við höfum á undanförnum árum verið með og erum með öflugt þarna dagforeldrakerfi en það er fyrir sig núna, það eru dagforeldrar að detta út núna óvænt og þetta brúar þá aðeins það bil þangað til þau börn komast á leikskóla flestöll í haust og auðvitað er síðan alltaf markmiðið hjá okkur áfram eins og við höfum verið undanfarin ár að fjölga leikskólaplássum og meðal annars verður þeim fjölgað hátt í 40 núna á þessu ári en eins og gefur að skilja og þekkja sem verið í að það er mismunandi aðeins milli árganga hversu stóra árganga fara út og hver inn þannig að stundum höfum við ekki þurft að fjölga deildum, stundum hefur fjölgað eina og stundum tveimur og það er gert ráð fyrir tveimur á þessu ári því það er samt það er stór árgangur að fara úr leikskólanum og yfir í grunnskóla en það eru líka mörg börn að koma inn. En áfram verður þetta sem sagt valmöguleiki þá fyrir foreldra sem kjósa það að vera mögulega áfram heima og greiðslurnar eru áætlaðar eða sem sagt lagt til að þessi 110.000 á hvert barn á mánuði, greitt 11 mánuð árið, það er ekki greitt fyrir júlímánuð og þær eru samkvæmt lögum um skatta verið að skattfrjálsar. Öðru leyti er það nokkuð skýrt og í reglunum er kveðið á sem eru sambærilegar við önnur sveitarfélög sem eru í kringum bæðin okkar nær sveitarfélög og önnur svona sambærileg að auðvitað falla þá heilgjörslega niður þú veist frá þeim mánuði sem bara tvær pláss hjá dagforeldri eða þú getur ekki verið bæði hjá dagforeldri og fengið þá niðurgreiðslu eða hann og líka fengið heimgreiðslur. Fjármagnið í þetta, við erum að horfa á það er svona sami í rauninni lykill og hjá dagforeldrum þannig að það er fyrir séð sem við vitum núna að ákveðin hreyfing verður á fjármagn sem nú þegar er inn í áætlun þegar þetta frá dagforeldrum eða hætta á dagforeldrum þá færist þær yfir á heimgreiðslur. Síðan er einnig fyrir séð að það muni mjög líklega koma inn fleiri umsóknir sem er ekki á dagforeldrum og eru bara heima, þau muni mjög líklega og gerum ráð fyrir því að fleiri sæki og þar alveg var gert ráð fyrir að við leggjum fram viðauka til að gera ráð fyrir því fjármagn þessu ári og hann er í vinslu ásamt öðru viðaukum sem voru búin að samþykkja þannig að ég býst við að hann kom inn til afgreiðslu með fleiri málum inn á næsta fund bæjarstjórnar í apríl og þessi gert ráð fyrir því öllu þar. Annað er nú svo sem ekki nema bara eins og ég segi bara jákvætt við sem auka þennan valmöguleika fyrir foreldra að þess að sýnt að margir vilja vera heima líka en að þá getur þetta létt eitthvað undir en auðvitað er heildarmarkmið að við höldum áfram að fjölga leikskólaplássum til að koma fleiri börnum inn á leikskóla en annars bara umræðan. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi
Eru fleiri sem vilja tjá sig um reglur um heimgreiðslur? Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, óskar fá að taka til máls. Forseti. Já, það er svona svolítið að gera í svona allskis uppsópsmálum þessa dagana. Það er verið að sópa upp svona úr skúmaskotum ýmislegt sem að glemdist og hérna. Við erum hérna að ræða tillögu að hefja heimgreiðslur til foreldra ungra barna sem að ekki eru með leikskólapláss eða kjósa að nýta ekki þjónustu dagmæðra eða hafa ekki þjónustu dagmæðra. Og þetta er nú svona kynnt hérna sem valmöguleiki. Þetta er náttúrulega alls engin valmöguleiki fyrir fólk í þröngri stöðu. Við náttúrulega sem eigum börn og höfum átt börn að það var auðvitað þannig að fæðingarorlof hefur ákveðna tímalengd og þegar fæðingarorlofið lauk þá átti maður náttúrulega bara að mæta aftur til vinnu. Maður gæti ekkert bara sagt nei, ég ætla að velja það að vera lengur heima. Vinnuveitandi beið náttúrulega bara eftir manni, maður hafði ákveðna skuldbindingar. Nú aðra skuldbindingar hafði maður náttúrulega líka því maður var auðvitað búin að gangast undir alls konar greiðslumat og maður var með námslán og ég veit ekki hvað og hvernig átti maður hvernig á fólk að kljúfa það fyrir 110.000 krónur. Það er náttúrulega að segja sér sjálft að við gerum það ekki. Fólk gerir það ekki. Þannig að fyrst og fremst þá til þess að létta ungu fólki lífið þá þurfum við að vera með leikskólapláss. Við þurfum að vera með þjónustu fyrir ungar barnafjölskyldur. Að láta þau hafa 110.000 krónur er ekki til þess að létta þeim sína skyldur og þá ábyrgð sem fólk hefur til að sjá fyrir sér og sínum og sinna skyldum sínum gagnvart vinnuveitendum. Þannig að ég skil alveg að þeir sem eru mjög eins og sem að ekki, og ég fagna fyrir hönd þeirra sem að geta nýtt sér þetta, en það er risastór og langstærsti hópurinn getur ekki nýtt sér þetta. Það er staðreynd mála. Og hvernig erum við að mæta þeim hóp? Það er stóra spurningin. Og það er alveg að kristaltært að við þurfum að standa okkur miklu betur og eins og ég segi, fólk eins og ungar barnafjölskyldur eru farnar að horfa hér yfir til nágrannasveitarfélagana því að þar er næg leikskólapláss og þar er meira að segja frítt fyrir börnin í leikskóla. Eða sem sagt allavega það er auðvitað að fólk þarf að borga fyrir matinn sem eðlilegt er en það kostar ekki, sem sagt vistunargjaldið er frítt. Þannig að ég bara, sem sagt, mér finnst skipta máli að við köllum hlutina síðan réttu nöfnum og það er mikið og risastórt og eitt af stærstu verkefnum sveitarfélagsins á næstu misserum. Það er að byggja upp leikskólapláss í samræmi við þörf og hér fjölgar náttúrulega gríðarlega hratt fólki eins og komið hefur fram þó hafa aðeins hægt á núna því að það er svona ákveðið frost á íbúðamarkaði en íbúðum hefur verið að fjölga hérna að meðaltali rúm 4% og leikskólabörnum hefur á sama tíma fjölgað 6,6%. Þannig að þetta er stórt verkefni og mér finnst við í raun ekki hafa gert nóg. En það er eitt sem að ég er með eina spurningu bara sem ég fór að hugsa út í áðan. Hvernig er það með fólk sem að er til dæmis með 2 börn? Eru þeir að fá 2-falt gjald eða? Mér vantaði svar við þeirri spurningu. Það er að segja tvíburar eða sískyni sem eru á nálægt í aldri. Þannig að það getur alveg komið upp. Ég langaði kannski að vita það en ekki meiri bili. Takk. Takk fyrir þetta. Arna Ýr Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista óskar eftir að fá að taka til máls.
Forseti bæjarfulltrúar tilhörður, já, til að svara spurningunni, já, þetta er eins og kemur fram í reglum, þetta er með hverju barni. Þannig ef það eru 2 börn, þá er það þarna 2-föld greiðsla í rauninni. En maður svona, því ég tek heilsóðar undir með með það að okkar stóra verkefni og hjá mörgum sveitarfélögum er einmitt að fjölga leikskólaplássum og það er markmið og eins og ég komið fram í dana þá stendur til að halda því áfram á þessu ári og auðvitað viljum við alltaf koma lengra og ég held að sé bara verkefni líka ríkis og sveitarfélaga núna á næstu árum. Hvernig ætlum við að brúa bilið frá fæðingarorlofi að leikskólavist almennt á Íslandi? Og það var gerð flott skýrsla í vetur með tillögum sem þarf að vinna held ég áfram á næsta kjörtímabili sveitarfélögin sameiningu en þetta er gert með mjög mismunandi hætti. Við sjáum það í okkar nágrannssveitarfélögum bara allstaðar í kringjurunni, þeir eru með heimgreiðslur, sum þeirra standa mjög vel með leikskólapláss, önnur á svipuður nótum og við og við höfum reynt að halda okkur við að það sem er að hefja aðlögun séu 18 mánaða hverju hausti og það hefur verið svona meðaltali, svona aðeins pluss mínus síðastliðin bara 10 ár en það hefur verið svona ákveðið meðaltal í kringum þann aldur. En svona aðeins til að deila líka vorum við séð, ég hefði sannarlega viljað heimgreiðslur var í boði þegar ég var með mín 2 yngri vegna þess að við völdum að vera heima. Ég var með yngsta barnið mitt, þá settum við það til dagforeldris, eftir það ákveðum við að við ætlum að reyna að gera þetta ekki, við viljum hafa barnið heima og það var ekkert auðvelt, við þurftum að púsla því til en við völdum að gera þetta svona og það hefði verið fínt að fá þennan pening til að brúa bilið fyrir okkur betur þó að þetta hafa allt saman gengið. Þetta er hluta til val og við allan að, þegar ég tala fyrir mig, það hefði verið fínt að hafa þetta á þessum tíma. En já, öll bara góð umræða. Þetta er eitt af okkar stóru málum, það er leikskólamálin og við viljum vinna þau vel áfram. En ég held líka að það sé stórt verkefni næstu árum, það er þetta sameiginlega verkefni sveitarfélaga með ríkinu að finna raunverulegar og alvöru lausnir hvernig við brúum þetta bil. Er það að lengja fæðingarorlofið og gera leikskólana skólaskyldu eða hvar aldur á þá að miða við? Þetta eru stór verkefni og ákvarðanir sem þarf að taka á næstu árum til þess að þetta sé skýrt fyrir alla foreldra í landinu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista hefur óskað eftir að fá taka til máls. Já, takk fyrir, herra Pósti og bæjarfulltrúar, aðra tilhörendur. Já, ég er nú ekki á móti þessu, það bara að segja það strax. En vissulega finnst mér tímasetningin áhugaverð og sérstaklega í ljósi þess að hérna stefnubreytingu að ræða og þetta hefur svo sem komið til umræðu nokkur sinnum áður og ég held að hafi nú yfirleitt verið svona nokkuð, það hefur verið svona kannski nokkuð jákvæð umræða í þá áttina að taka þetta upp sem svona okkur skonar neyðarráðstöfun fyrir þá sem að bara fá alls ekki leikskólapláss og auðvitað er það dapurlegt að vissu leyti að fólk fá ekki leikskólapláss og neyðist til að nýta sér þetta því þetta er auðvitað kannski engin stór fjárhæð en betri en ekkert. En ég hefði bara viljað sjá þetta hafa verið tekið inn í fjárhagsáætlunina vinnuna strax í haust. Miðað við að það núna verið að setja einhverja 5 milljónir í þetta með viðauka, þú veist, það gargar á mann að þetta sé bara svona eitthvað kosningaútspil. Þú veist, þú þarft ekki einu sinni að vera í pólitík til þess að spá í það eða finnast það. Og ég ætla ekki að fullyrða það hvort þetta sé það ekki, en málið er það að ég hefði bara algjörlega viljað sjá að þetta hefði verið tekið fyrr á kjörtímabilinu, í síðustu fjárhagsáætlunargerð, þar sem að meðal annars hefði þá verið hægt að ræða þetta svolítið á dýptina og fá inn fulltrúa fjölskyldusviðs, takk. Það sem að hefði verið hægt að eiga svona opið samtal og fara í gegnum kosti og galla. Ég get líka tekið undir með Braga að
vissulega er eitt stærsta verkefni í uppbyggingu leikskóla á Íslandi í dag aukin samvinna milli sveitarfélaga og ríkis. Það er alveg öllum sveitarstjórnar fulltrúum deginn og ljósara hefur verið það lengi að þetta gengur ekki upp, þetta módel. Við getum bara ekki rekið leikskóla í dag miðað við þær kröfur sem eru settar til starfseminnar með skatttekjum einum saman. Það hlýtur að þurfa að koma til einhvers konar meðlag eins og með grunnskólanum, sérstaklega þegar við lítum til þess að það er búið að skilgreina leikskólan sem fyrsta skólastíð og þetta þurfa allir, sama hvaða framboðum eða flokkum þeir tengjast, að taka höndum saman að berjast fyrir núna að krafti svo að við getum séð þetta kerfi eflast og dafna eins og við viljum og veiti bestu mögulegu þjónustu fyrir íbúana okkar. Takk. Takk fyrir þetta, Sigurjón Vídalín og Þórhildur Dröfn Ingvadóttir, varabæjarfulltrúi í D-lista, óska eftir að fá að taka til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Minnisblað fjölskyldusvið sýnir að sveitarfélagið Árborg er að bregðast við á ábyrgan og framsýnan hátt við breyttum aðstæðum í barnavistun. Þrátt fyrir að sveitarfélagið hafi hingað til geta boðið leikskólapláss frá 18 mánaða aldri í mörgum tilvikum liggur fyrir að ákveðin bið getur myndast, sérstaklega fyrir börn sem fæða síðar á árinu. Á sama tíma er ljóst að dagforeldrum í Árborg er að fækka og eru einungis 8 dagforeldrar núna og það er það sem eykur óvissu hjá foreldrum vistunarúrræði. Þessi staða kallar á lausnir sem styðja fyrir fjölskyldur með sveigjanlegum og raunhæfum hætti. Tillaga heimgreiðslur er jákvætt svar við þessari þróun. Með henni er foreldrum gefið aukið valfrelsi til að haga sínum málum á þann hátt sem hentar hverri fjölskyldu best. Heimgreiðslur geta brúað bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla og dregið úr því tekjutapi sem oft er á því tímabili. Þessi leið opnar einnig á fleiri möguleika innan fjölskyldunar. Foreldrar geta til dæmis valið að annar aðilinn sé heima með barni tíma og nýtt þá skattkort maka síns og jafnvel tekið að sér hlutastarf. Með því skapast aukinn sveigjanleiki og betri nýting á þeim úrræðum sem þegar eru til staðar í kerfinu. Það er einnig jákvætt að tillagan tekur mið af því sem þekkist í nágrannasveitarfélögum og upp að greiðsla sé stillt af með hliðsjón af núverandi stuðningi við dagforeldra. Í heild sinni endurspeglast tillagan vilja sveitarfélagsins til að styðja við barnafjölskyldur, aukið valfrelsi og mæta breyttum aðstöðum með lausnamiðum hætti. Takk fyrir þetta, Þórhildur Dröfn. Þá er Ellý Tómasdóttir, bæjarfulltrúi í B-lista, óska eftir að fá að taka til máls. Já, forseti, við í Framsókn lögðum alveg áherslu á heimgreiðslur í aðdraganda síðustu kosninga og því fagna ég þessu þó að tímasetningin sé áhugaverð. Það hefur verið talað það að þetta sé gert til að fjölga valkostum fyrir foreldra en þá eðlilega spyr maður sig af hverju var þetta ekki sett inn þegar fjárhagsáætlunin var lögð fram og er staðan sú að fækkun dagforeldra sé í raun að fjölga valkostum. Mér finnst þetta svona meira, líta út fyrir að vera einhver redding þó ég sé ánægð með það að heimgreiðslur verði í boði. Og kannski í svona upphafi þegar maður las þetta þá fannst mann allt benda til þess að þetta væri vanáætlað fjármagnið en svo eins og kom inn á hérna áðan að þá mun
til dæmis fjármagn sem að annars hefði farið í niðurgreiðslu til dagforeldra að fara í þetta og þá skil ég þetta betur en hefði verið gott að fá það skýrt fram í upphafi. En ég fagna þó þessari tillögu en hefði alveg vilja sjá líka töluna hærri að hún væri þá bara svo sama og niðurgreiðsla dagforeldra er. En já, allavega, það er bara alveg augljóst að þetta er nauðsynlegt skref þar sem að biðlistar eftir leikskólaplássi eru langir og þeim fer ekki fækkandi með stækkandi sveitarfélagi. Þannig að þetta er allavega byrjunin þó að sé langt í land. Ég ætla að leggja fram bókuna eftir og ég gera það þá því ég kem bara þegar við erum búin að greiða. Já. Takk fyrir þetta. Ellý Álfheiður Eymannsdóttir, bæjarfulltrúi Álista, óskar eftir að fá að taka til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, kæru íbúar og aðrir sem eru að fylgjast með fundunum. Ég fagna þessum heimgreiðslum. Ég sé þetta fyrst og fremst sem ákveðin valmöguleika til viðbótar við þá sem eru fyrir foreldra. En ég tel að í raun og veru, þetta er ekki fullkomin lausn. En þetta er ákveðin lausn og þetta er meira úrval af lausnum fyrir foreldra. Það er engin töfralausn í þessum málum. Og ég tel þetta fyrst og fremst vera vandamál ríkisins í raun og veru. Ég vil sjá lengingu fæðingarorlofs vegna þess að rannsóknir hafa sýnt að fyrstu 2 ár í lífi barns geta ráðið úrslitum bara hvernig því gengur áfram í lífinu. Þetta eru mjög mikilvæg í sambandi við þroska og í sambandi við áframhaldandi líf barnsins. Þannig að ég til dæmis vil ekki sjá eins á barn á leikskóla. Ég er miklu ánægðari með 18 mánaða. En þannig að 18 mánaða fæðingarorlof væri draumalausnin fyrir mig og Álistan. En mér finnst þetta bara frábært milliskref og gott val og eins og Þórhildur kom inn á, það er hægt að samnýta skattkort, það er hægt að velja dagforeldri en sem áður, hvað sem hentar fjölskyldu einingunni. Og við skulum ekki gleyma einstæðu foreldrunum sem eiga kannski hvað erfiðast með að eiga við þetta gap sem er á milli fæðingarorlofs og vinnu. Þannig að ég fagna þessu, þetta er enn einn valmöguleikinn, hann er ekki fullkominn, en þetta er þó ákveðin lausn fyrir ákveðin hluta af fjölskyldum. Takk. Takk fyrir þetta, Álfheiður. Þá er Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-lista, óskar eftir að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar, mér langar bara, þetta er náttúrulega okkar hjartans mál að þegar við erum að fjalla okkar yngstu íbúa og fjölskyldu þeirra. Þetta snertir okkur öll mjög nærri og á þessi alhæfa neitt, allan á ég eftir barneignir, en það eru kannski einhverju fleiri hérna sem er eftir að kannski þurfa að nýta sér þetta á seinni stigum, sjáum til. En varðandi bara þetta allt saman stigum, og kannski bara hvetja þá svona von mín líka þjóðfélagsumræða núna næstu mánuði í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga og eftir sveitarstjórnarkosninga, myndu við setja þetta aðeins á oddinn, að ræða akkurat þessa hluti. Og ég held að þetta sé stærsta máli sem við sem sveitarstjórnarfulltrúar, þeir sem ætla að halda áfram, verðum með á næsta kjörtímabil að tala og brýna samband íslenskra sveitarfélaga og ríki við að tala hvernig skal leysa þessa hluti. Það þarf að finna einhverjar lausnir og sem skólamaður finnst mér að það er bara viðurkenna fyrst og fremst náttúrulega leikskólan sem fyrsta stig skólastigið. Það er það og allir í þjóðfélaginu held ég líta svo á, en bara lögum samkvæmt er það ekki. Varðandi fjölgun þá náttúrulega
mjög ánægilegt svo sem að sé svona mikil frjósemi og rómantík í samfélaginu hjá okkur. Leikskólapláss fór að skoða svona hans aftur í tíman árið 2022 þá voru það 609 leikskólapláss og í 2026 eða sett núna þegar verður innritað og tekið ný börn í ágúst 4 mánuðum liðnum þá verða þau 720. Það er búið að fjölga úr 609 í 720 sem eru 111 börn sem er búið að fjölga á þessum 4 börnum sem er 18% fjölgun en það er líka rauninni rétt yfir rauninni þeirri fjölgun sem átt sér stað sett á hlutfallslega íbúum að rauninni hlutfallinu er sömu en það er eins og hefur komið fram aðeins meiri fjölgun en held ég vandamál líka stæðst okkar er að undirbúningur fyrir foreldra að koma barninu á leikskóla hann er bara mun styttri en undirbúningur okkar við að byggja upp leikskóla. Við sjáum að hönnunarferli og framkvæmdavinna á leikskóla er að taka 2 ár til 3 ár meðan að hendi í eitt barn og koma í svona leikskóla er bara mun styttri tími. Við þurfum kannski líka að brýna okkur eins því og vera á tánum og þurfum náttúrulega að fylgja því. Og svo er þetta náttúrulega líka snúið hvenær er að taka inn börn, er það 18 mánaða, 12 mánaða og þess aftur og það er náttúrulega eftir því sem börnin verða yngri því færri starfsmenn þá eru færri börn sem fylgja hverjum starfsmanni og pláss og allt það og það er alltaf reglur sem fylgja raun eftir hvað börnin eru yngri. Þetta eru bara gríðarlega áskoranir og maður langar bara að brýna okkur öll sem hér erum að fylgja þessum málum eftir, líka þeim sem eru varaþingmenn og hafa tengingar inn á Alþingi líka að nýta þegar þau hafa þau tækifæri að tala fyrir þessum málum af því að þetta er stórt mál bara fyrir samfélagi og ég vona svo innilega að allt þetta þras eitthvað tollabandalag hætti og við fyrir að tala leikskólamálin sem framöndan eru og vandamál sem stúa íslensku samfélagi. Takk. Takk fyrir þetta, Sveinn Ægir. Þá hefur frændi hans frá Þorvaldseyri, Ari Björn Thorstensen, varabæjarfulltrúi D-lista, óskaður að fá taka til máls. Já, forseti, góðir bæjarfulltrúar, félagendur. Ég bara fagna þessu innilega þó að ég gerir kannski ekki ráð fyrir að nota þetta sjálfur. En það er aldrei að vita hvað menn á mínum aldri dettur í huga að gera eins og maður las í fjölmiðlum daginn. Fyrir hundi bæjarfulltrúi. Það er möguleiki að hann flytji hingað aftur til að geta nýtt sér þessa möguleika. En ég held það og maður kannski spyr sig að því maður er búinn að vera nokkur ári í kringum þetta sko, akkur vorum við ekki bara löngu búin að þessu að hafa þetta val, hvort þú notaði dagmömmu eða gerir þetta sjálf. Það er bara, þú veist, þegar að fæðingarorlofi fór í 12 mánuði og þá hefði bara þurft að kannski gera þetta og hafa þetta val, hvort þú notaði peningi til að borga dagmömmunni, niðurgreiða dagmömmunni eða tækir þetta sjálfur. Og það er bara hvort það er eitthvað kosningamál núna eða ekki þá bara ber að fagna þessu og við hefðum kannski öll sem erum búin að vera hérna lengur en 2 vetur að vera bara löngu búin að þessu. Það er bara, þetta er bara þjóðþrifa mál og ég bara fagna þessu mjög að þetta skuli vera. Aldrei að vita nema við Kjartan þurfum að nota þetta eitthvað. Ég hefði allavega fyrir 30 árum viljað nota þetta þegar ég var átti platt síðast. Takk. Takk fyrir þetta, Ari Björn. Og þá hefur frænka þér að tveggja Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista. Óskaður að fá að taka til máls. Forseti, já, mig langar aftur að leiðrétta það sem fólk talar hérna. Þetta er ekki val. Þetta er val fyrir örfáa eins og ég bara, þó maður ekki að vera að taka sjálfa sig sem dæmi. Þegar ég var búin með mitt fæðingarorlof, það var ekkert val fyrir mig. Hvort að ég þyrfti að mæta til vinnu sem ég var búin að skuldbinda mig til eða borga af lánunum mínum sem ég var búin að fara í og borga af námslánunum mínum og húsnæðislánunum mínum og þetta er staðan hjá ungu fólki í dag. Það er ekki valmöguleiki hvort þú mætir til vinnu eða borgar af lánunum þínum. Það er bara ekki valmöguleiki. Þú þarft að gera þetta og það gerir þú ekki með heimgreiðslum.
auðvitað eru einhverjir, eins og ég tók fram á, það eru einhverjir sem geta notfært sér það. En það, það er ekki, þetta er ekki valmöguleiki. Þannig að ég bara frábið okkur að vera að tala um þetta sem val. Annað sem var verið að ræða náðan, það er náttúrulega þó svo við segjum hér, við séum að taka inn börn 18 mánaða, það eru rosalega mikið af börnum sem eru 28-9 mánaða þegar komast inn á leikskóla. Og það er óásættanlegt. Jú, það eru börn sem komast ekki inn, sem eru ekki fædd í febrúar, mars og komast inn rúmlega áskömmul. Þá eru það hin sem fæðast eftir tíma skurðpunktinn sem þurfa að bíða ofboðslega lengi. Og síðan eru það börnin sem eru fædd á óheppilegum tíma á árinu sem komast ekki einu sinni til dagmömmu. Það eru fullt af börnum líka. Þau fá ekki pláss hjá dagmömmu. Ekki bara út af því að þessu fáar dagmæður, heldur bara að því að þau hafi ekki efni á að borga 600-800.000 upp úr eigin vasa sem þau þurfa að borga til dagmömmuna til að taka frá plássið á meðan börnin eru þar ekki eins. Þannig að það skiptir máli að þetta allt saman sé upp á borðinu. Annað varðandi sem Álfheiður kom inn á áðan, að ég tek undir með þeim sem tala um að lengja fæðingarorlof og ég held að við munum fara í þá átt, smátt og smátt. En það mun taka langan tíma. Þið munið hvað tók langan tíma að fara frá 6 mánuðum og þá að fara upp í 8 mánuð og 9 mánuð í margra ára ferli. Og það hefur þótt stór sigur að við séum komin hér í 12 mánuði. En við munum hægt og sígandi í samstarfi við ríkið, þá mun fæðingarorlof verða lengt. En ég er samt ekkert endilega á því og við skulum passa okkur á að samviskubitsvæða ekki foreldra. Af því að, ég þurfti að senda mín börn í dagvistum þegar við voru 12 mánaða og ég vona að hafi ekki hlotið mikið skaða af. En það er líka þannig að það er hægt að horfa á þetta með lenging og fæðingarorlofi, að það sé til dæmis, þú fáið til dæmis 50%, að foreldrar fáið 50% fæðingarorlof frá 12 upp í 18 mánaða. Þannig að þú þurfir hugsanlega ekki, að því ég held að mörg börn frá 12 upp í 18 mánaða sé ekkert leiðilegt fyrir þau að vera kannski 5 tíma út af heimilinu, 5-6 tíma kannski, en 8 tímar er allt og mikið fyrir svona ung börn. En það getur bara verið gott fyrir báða aðila, bæði börn og foreldra að vera í góðum aðstæðum og leikskóla í 5-6 tíma virkadaga vikunar. En þá þyrftum við að koma móts við þessa foreldra með fæðingarorlofi til dæmis 50%. Þannig að en það eru náttúrulega mun halda áfram umræða þetta í samstarfi ríkis og sveitarfélaga og það er náttúrulega þessi skýrsla sem kom út úr þessum þróunarhópi sem var að skoða málin og það er til dæmis verið að skoða hvort það eigi hreinlega að vera réttur barna til leikskólapláss og það er til dæmis í Skandinavíu og þar vita þeir ekki hvað biðlisti er, þeir hafa bara ekki heyrt þetta orð. Þannig að það er fullt af tækifærum og áskorunum, en við megum ekki fara að líta á það sem eitthvað svona eðlilegt ástand að eins og hlutinir í dag. Við verðum að girða okkur í brók og gera betur. Takk. Takk fyrir þetta, Arna Ýr. Þá hefur Arnar Freyr Ólafsson bæjarfulltrúi B-lista óskað eftir að fá að taka til máls. Já, virðulegi forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, þetta er nú kannski lengri umræður heldur en ég átti von á og ég var að segja eins og og ég er kannski ekkert endilega sammála öllu sem kemur hér fram frá félögum mínum í meirihluta eða minnihluta og það eru allir að í sjálfu sér að koma hér fram og tala fyrir þessu máli og ég er í grunninn fylgjandi þessu. En það sem slær mér svolítið er þegar verið að tala um það að ríki og sveitarfélög eigi bara að koma inn bara helst við fæðingu barnsins og bera ábyrgð á því og síðan er bara raunverulega borin ábyrgð á einstaklingum til grafar. Það er matur í leikskóla, það er matur í skólum, það er bara heimgreiðslur, það er fæðingarorlof, það er skylda í skólum að sækja skólana. Það fyrir bara að verða skylda að setja barnið í leikskóla sjálfsagt líka og forræði tekið af foreldrum og ég bara
mann er bara óar í rauninni fyrir því hvað sko fólk ætlar að fara og seilast langt í að bera ábyrgð á þeim borgurum sem eru komnir inn í samfélagið okkar. Mér finnst þetta bara svo litið langt gengið og ég held að sé allt í lagi ef við spurjum okkur að þessari spurningu. Eigum við sveitarfélögin og ríkið að bera ábyrgð á öllum einstaklingum sem koma inn og taka í rauninni þessa ábyrgðartilfinningu á foreldrum? Og það hafa allir verið í sjálfu sér að taka hér sjálfan sinn sem dæmi, ég veit ekki hvort að maður eigi að gera það, en það var nú samt sem á þannig að annað okkar var bara heimavinnandi meðan börnin voru á leikskóla og voru í rauninni að koma í heiminn og við tókum bara þannig ábyrgð á þessu sjálf. Við veltum ekkert þessari ábyrgð á okkur yfir og aðra. Ég tók aldrei fæðingarorlof. Aldrei. Það var samt komið 2001, já, það hristar sem er hausinn, en ég meina, og börnunum mínum hefur ekkert orðið meintað þó að fólk sé ekki sammála mér í þessu vali mínu, að þá bara gerði ég þetta samt. Og ég átti alveg dásamlega stundir með börnunum mínum, en ég var ekki með þeim alveg frá því ég fæddust með þá í fanginu, 2 foreldrar heima að stumra yfir barni, ég sá ekki ástæðu til þess. Þannig að ég var bara að vinna og undi mig bara ágætlega við það. Þannig að hér eru bara mismunandi skoðanir og sem betur fer og ég vona að það sé rými í báðar áttir fyrir skoðanaskiptum, að það sé ekki allir alltaf sammála því sem annar kynið er með ákveðnar skoðanir, en við karlmenn höfum líka alveg skoðanir og það eru alveg jafn gildar og kvenskoðanir. Þannig að ég bara bendi á það líka. En ég segi fyrir mitt leyti að sko fagna þessi sjálfur sér að þessi valmöguleiki, en ég samt sem áður bara vil aðeins að við stöldrum við og áttum okkur á því hvort að við berum ábyrgð á börnunum sem við fæðum í heiminn eða ekki. Og við sem sveitarfélög og ríki, við þurfum ekki að taka alla ábyrgð af foreldrum og þau verða að reyna að stíga og vera orðin fullorðin þegar þau eignast börnin og þau geta alveg borið þessa ábyrgð sjálf. Takk. Takk fyrir þetta, Arnar Freyr. Það þrengist nú hringurinn. Forseti hefur nú fengist við batningur dagan og er ýmsir búin að lýsa því hér og það nú bara vel mögulegt að maður fær að ræða þetta við makan í kvöld. Þetta að verða nokkuð spennandi, en þá Brynhildur Jónsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, óskar þetta að fá að taka til máls. Já, forseti, bæjarfulltrúi tilheyrendur, en ég get allavega sagt ykkur það að ég er allavega ekki að fara að eiga fleiri börn. Það er alveg á hreinu, en aftur á móti er á ég barnabörn sem að falla undir þetta og þannig að þetta er allavega að koma þeim vel. Ég get tekið undir margt sem að er verið að segja og en ástæðan kannski fyrst og fremst svo sem við fórum bara, við þurftum eiginlega bara að fara að bregðast við var vegna þess að þarna var bara að fækka dagforeldrum og þá bara til þess að koma til móts við þá foreldra. En varðandi leikskólaplássin þá það hefur verið mest til 27 mánaða aldur sem börn hafa þurft að vera að koma inn og það hefur verið núna undanfarin bara 10 ár, þá hefur við verið að fara allavega út mars og það er allavega hugmyndi núna. Það er 1 og 1 ár sem við höfum kannski selst örlítið lengra inn í árið, en það hefur kannski verið vegna þess að þá eru árgangarnir bara fáir í árgangi. En þetta er auðvitað bara, og ég ætla bara að taka undir bara þessa áskorun eins og með Sveinn Nær kom inn á, bæjarfulltrúi Sveinn Nær, að þetta er auðvitað bara áskorun bara alltaf á hverjum tíma og bara þeirra sem er við völd, að það er að passa upp á þetta. Og ég meina við höfum nú verið að opna 1 til 2 leikskóladeildir á ári til þess að mæta þessu. Og það er náttúrulega er byrjað á leikskólanum við Jötunheim að stækkun á honum. En svo get ég reyndar alveg tekið undir orð bæjarfulltrúa Arnars Arnar Freys. Já, að þetta með ábyrgðina, við auðvitað berum ábyrgðina og ég
og að það er nú margir hérna greinilega að vitni sjálfan sig og menna, auðvitað er maður bara að sníða sér stakka eftir vexti og ég meina, ég fór bara í vaktavinnu og var að vinna þegar, hérna, og ég var í fríi þegar maðurinn minn var að vinna og svo bara tók hann við þegar það var. Þannig að þetta er auðvitað bara, en við sannarlega þurfum samt að hlúa að þessum ungu foreldrum og bara foreldrum og þess að ungra barna, þannig að ég held að þetta sé bara góð leið til þess að geta orðið við því. Þannig að ég er bara mjög ánægð með þetta og fagna þessu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Brynhildur. Þá hafa verið fluttar hér 12 uppbyggilega ræður þetta mikilvæga málefni sem hér er til umræðu. Heimgreiðslur til foreldra. Nú ekki komið fram áhuga heimgreiðslu til ammana og afana því að þau eru líka orðin þáttakendur í þessu öllu saman og taka þátt sem að það geta. En gott og vel, það er búið að fara yfir og það vekki fleiri kveðið sér hljóðs. Já, bæjarfulltrúi Ægir Árdal, bæjarfulltrúi B-lista, hefur beðið örstutt orð í lokin. Já, mér langaði bara aðeins að þið fóru að fletta hans í gögnum meðan að vera að hlusta á samtalið. Það langaði bara að koma smá út að við vorum að fjalla þetta í uppbyggingu grunn- og leikskóla og vorum að fjalla fjölda barna eftir árgöngum í grunn- og leikskólum. Og það er eiginlega magnað svolítið að sjá, sko, maður heldur svona að sé sirka svipaður fjöldi sem er að koma á hverju ári af börnum. En árgangur í leik- og grunnskólum hjá okkur, þá er fjölmennasti árgangurinn í dag 2011 árgangurinn og hann er með 203 börn. Sá sem er minnstur í dag er 2016 árgangurinn en hann er með 133 börn. Þannig að mun á 70 börnum, eða minnsti hópurinn, hann er sá sem er fjölmennastur, hann er 50% fleiri börn þar. Ég það ekki rétt eitthvað. Það er munur 70 börn, það eru 130 börn og svo fjölgar 70 í fjölmennasta árganginn. En bara langaði bara að koma með þessa staðina, þetta er svona áskorunda sem við stöndum við að mæta. Við vitum ekki hver frjósemin er á hverju ári. Takk fyrir þetta, Sveinn Ægir, og það er komin aðeins gals í þetta hér. Þá hefur við lokið hér umræðum reglur hér heimgreiðslur og göngum til atkvæða. Það hefur verið boðið hér bókun frá B-lista og hún fer þó yfir það hér eftir, hún Ellý Tómasdóttir bæjarfulltrúi B-lista. En ég ber þetta upp til atkvæða, þeir sem eru þessu samþykk og vinsamlegast gefi merki. Það er samþykkt samhljóða og þá ætla ég að gefa, það er boðið bókun líka frá S-lista en Ellý Tómasdóttir bæjarfulltrúi B-lista ætlar að koma og gera grein hér fyrir atkvæðinu. Já, ég ætla að koma og gera grein fyrir atkvæðinu okkar hérna hjá B-listanum. Bókunin hljóðar svona. Framsókn í Árborg lagði ríka áherslu á heimgreiðslur í aðdraganda síðustu kosninga undir yfirskriftinni Mætum fjölskyldunni, með það að markmið að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla. Við fögnum því að heimgreiðslur til foreldra ungra barna sé að verða að veruleika í sveitarfélaginu þó það hefði mátt koma fyrir. Er að ræða nauðsynlegt fyrsta skref í ljósi þess að biðlistar eftir leikskólaplássi eru langir og fara ekki fækkandi með stækkandi sveitarfélagi. Þetta er góð byrjun en það er enn langt í land. Mikilvægt er að tryggja að úrræði þessi fjármagna frá upphafi svo það veiti þann stuðning við barnafjölskyldur sem aðeins stefnt. Framsókn leggur jafnframt áherslu á fjölgun leikskólaplássa í sveitarfélaginu, sér í lagi ljósi þess að plássum hjá dagforeldrum hefur fækkað á kjörtímabilinu. Að lokum leggjum við til að áfram verði unnið markvisst að eflingu leikskólastigsins þannig að börn komst fyrr inn í leikskóla. Undir þetta rita Ellý Tómasdóttir og Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista. Takk fyrir þetta, Ellý. Þá er það Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista sem ætlar að gera grein fyrir atkvæði bæjarfulltrúa S-listans. Forseti, ég ætla að leggja þarna fram bókun við afgreiðslu málsins.
Þessi tillaga frá meirihluta D á álista sýnir svo ekki verður vilst að það styttist í kosningar. Það er einkennilegt að tillaga heimgreiðslur skyldi ekki koma fram í fjárhagsáætlunarvinnunni síðastlið haust og sett inn í fjárhagsáætlun ársins 2026 sem samþykkt var í desember síðastliðin. Það þykja ekki góður stjórnsýsluhættir að þurfa að samþykja viðauka við fjárhagsáætlun svo skömmu eftir að áætlun er samþykkt. Undirrituðu hafa auk þess áhyggjur af því að áætlun kostnað vegna heimgreiðsla sé allt of lág þar sem það muni vafalítið fleiri sækja greiðslur heldur en gert er ráð fyrir í áætlun. Sveitarfélagið Árborg hefur því miður dregist verulega aftur úr nágrannasveitarfélögunum þar sem ekki er þörf á að bjóða upp á heimgreiðslur í dag því þar er í boði næg leikskólapláss og engin biðlisti. Auk þess er farið að bjóða upp á gjaldfrjálsa leikskóla sem ungu fólki munar aldeilis Ungi foreldrar sem hafa lokið fæðingarorlofi sínu eru fæst að biðja heimgreiðslur. Þeir þurfa að komast aftur til vinnu sinnar til þess að ná endum saman og geta staðið við skuldbindingar sínar. Heimgreiðslur eru ákveðin uppgjöf, plástur á sár en engin raunveruleg lausn á skort á þjónustu við unga barnafjölskyldur. Það er þó vissulega eilítið sárabót að þær fjölskyldur sem búa við mikla tekjuskerðingu vegna skorts á þjónustu skuli fá smáræði stuðning frá sveitarfélaginu. Og undir þetta skrifa Arna Eir Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista og Sigurjón Vítaling Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista. Takk fyrir þetta Arna Ýr og þá hefur Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista óskað eftir að fá að taka til máls hér og gera grein fyrir atkvæði D og álista vænti ég. Forseti bæjarfulltrúi tilhlutur, já, það fór að lesa upp eftirfarandi bókun frá bæjarfulltrúum D og álista. Við bæjarfulltrúar D og álista lýsum við ánægju með nýsamþykktar reglur heimgreiðslur í sveitarfélaginu Árborg. Heimgreiðslurnar auka valmöguleika foreldra ungra barna í samfélaginu sem kjósa að vera lengur heima með barni sínu eða hafa ekki önnur dagvistunarúrræði áður en þetta fær leikskólapláss. Markmiðið er áframverði í boði dagvistunarúrræði hjá dagforeldrum en einnig að halda áfram fjölgun leikskólaplássa í Árborg. Sveitarfélagið Árborg er með þessari ákvörðun að fylgja fordæmi fjölda sveitarfélaga sem bjóða upp á heimgreiðslur sem valmöguleika fyrir foreldra ungra barna, sem er jákvætt. Til næstu ára er það síðan sameiginlegt verkefni ríkis og sveitarfélaga að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskólavistar. Og undir þetta ritar Bragi Bjarnason, Álfheiður Einarsdóttir, Kjartan Björnsson, Sveinn Ægir Brynhildur, Þórhildur og Ari Björn Þórhals. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta Bragi. Þá hafa allir fulltrúar allra lista hér gert grein fyrir sínum atkvæðum í þessu mikilvæga máli hér sem búið að ræða hér í 13 ræðum á uppbyggilegan og góðan hátt. Það mati forseta. Og þá er komið að 5. máli á dagskrá fundarins. Það er kosning í embætti og nefndir 2022 til 2026. Kosið er í eftirfarandi nefndir, stjórnir og til að sækja aðalfundi og skal kosning gilda út kjörtímabili 22 til 26. Aðalfundar byggðasafns Árnesinga, 12 fulltrúar og 12 til vara. Samkvæmt samþykktum aðalfundi héraðsskjalasafns Árnesinga, 12 fulltrúar og 12 til vara. Samkvæmt samþykktum og listasafns Árnesinga, 12 fulltrúar og 12 til vara. Og hér er gríðarlega langur listi af nöfnum sem er hér í fylgigögnum sem fylgir þessu máli og ég ætla ekki að æra fundin með upptalningu öllu þessu fólki en hér eru tilnefndir í raun og veru fulltrúar og varabæjarfulltrúar á listum. Vilja því lesa upp öll nöfnin? Þá ætla ég að bera þetta upp til atkvæða. Það er hérna safn af góðu fólki hér, konum og körlum sem ætla að taka að sér þessa nefndasetur og varamannssæti. Þeir sem eru þeim samþykk, vinsalast gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að næsta máli á fundinum, máli númer 6 og það varðar fundartíma bæjarstjórnar. Eins og forseti gat hér í upphafi fundar að þá erum við á aðeins skrykkjóttum tíma í dag vegna páskaleyfis sem framundan er og páskahátíðarinnar og aftur legg ég til hér breytingu á fundartíma bæjarstjórnar
Það eru nánast komnir páskar þegar ætti að vera næsti fundur og legg ég því til hér að næsti fundur bæjarstjórnar verði miðvikudaginn 20. og 2. apríl. Eru einhverjir sem vilja tjá sig þessa tillögu? Ef svo er ekki þá ber ég hana upp til atkvæða. Þeir sem eru því samþykk að næsti fundur bæjarstjórnar verði 20. og 2. apríl og miðvikudegi finnst það ekki merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá förum við í 7. lið á dagskrá sem er kynning fundargerða nefnda sveitarfélagsins og eru hér til umræðu. Eigna- og veitunefnd 52. fundur haldinn 24. febrúar síðastliðinn. Einhverjir sem vilja tjá sig þá fundargerð? Ef svo er ekki þá fer ég í 8. lið á dagskrá. Það er skipulagsnefnd 57. fundur haldinn 25. febrúar síðastliðinn. Einhverjir sem vilja tjá sig þá fundargerð? Það er enginn sem kveður sér ljós og þá fyrir við í 9. Já, það er verið að hugsa aðeins máli hér 8. máli á dagskrá skipulagsnefndar 57. fundur. Í dag er dómadagsblíða, gott veður, sólskinn og minni margt á vorið sem framundan er. En svo spáðir einhverju erfiðara í veðurfarinu á morgun. Það sleppur. Nei. Þá höfum við farið yfir veðurhornið og förum í 9. mál á dagskrá fundarins fræðslu- og frístundanefnd 27. fundur haldinn 25. febrúar, opna fyrir mælendaskrá, Brynhildur Jónsdóttir, bæjarfulltrúi D-listar, óskar eftir að fá að taka til máls. Já, forseti og bæjarfulltrúi. Já, skal alveg vera hálfa mínútu. Ég lofaði að tala hérna allan í hálfa mínútu. Mér langar bara að benda á 3. lið í þessari fundargerð þar sem var farið, hérna góð kynning varðandi matsferil, hérna stöðu- og framvinduprófin sem er búið að vera að taka núna í mars og hérna sem kannski bara fróðlegt að hérna að fara yfir og hérna en við getum allavega hérna farið í það var skylda að fara í 3 bekki, það var ekki 4., 7. og 9. bekkur og hérna en sem var svona skylda og það var svona kannski það sem við lögðum upp með. Einhverjir skólar, ég veit að Stekkiskóli ákvað að fara í fleiri og ég veit ekki hvort það voru einhverjir fleiri, þannig að hérna þannig ég veit svo sem ekki hvernig þetta hefur gengið, það var nú einhverjir hnökrar hérna fyrst til þess að byrja með þarna varðandi tölvutengingar og eitthvað svona, ég veit svo sem ekki hvernig það gekk hérna hjá okkur, það var allavega ekkert verið að ræða það neitt í hérna fræðslunefnd í gær, en þetta er svona kannski bara, vildi bara benda á, þannig að þetta er svona kannski út á hvað þetta gengur þessi próf og hvernig er hérna hvernig þetta verður svona þessi framvinda. En bara takk fyrir. Takk fyrir þetta Brynhildur. Þá er Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-listar, óskar eftir að fá að taka til máls. Já, forseti, ég kem hérna undir sama máli matsferilinn. Mér langar bara að fagna að þetta sé komið hérna inn í skólana og ánægilegt að grunnskólarnir okkar sé að taka inn fleiri árganga. Og það verður virkilega spennandi bara að fá að heyra meira af þessu verkefni, hvernig mat á þessu fer fram og ég held að sé ekki síður mikilvægt að við vinnum akkurat úr þeim gögnum sem niðurstöðurnar munu leiða sér. En mér langar líka kannski að brýna að við séum ekki að fara í kannski mælingar á milli skóla, heldur ekki síður mæla árgangana og mæla svo aftur eftir 1 eða 2 ár og reyna að ná þannig að sjá hvort það sé ekki árangur innan skólana, að það sé meiri hvatning innan skólana við að ná betri árangri.
og ég held að þetta hefur ég veit að þetta hefur bara gengið mjög vel þessi próf og eru betri en hafa gengið betur tölvumálin heldur en var þegar samræmdu prófin voru öll lögð á sama tíma fyrir öll grunnskólapróf landsins. Þarna er í rauninni bara fær skólinn að ákveða hvenær nemendurnir taka matsferilsprófin, eina er bara árgangurinn á helst er að taka allt svipað leyti, en ef þú missir á prófinu, ert ekki skólinn þann dag, þá getur í rauninni unnið það upp seinna, að skólinn hefur einhvern ákveðin glugga sem hafa til að klára þessi próf. Það heldur bara mjög ánægilegt að við höldum áfram og vinnum úr þessum gögnum og vinnum með þetta í framtíðinni. Takk hérlega. Takk fyrir þetta, Sveinn Ægir. Formaður fræðslu- og frístundanefndar Brynhildur Jónsdóttir hefur ekki sagt sitt síðasta orð, hún ætlar að fá að bæta hér örstuttu við bæjarfulltrúi D-lista. Já, forseti, takk fyrir það. Mér langar bara til dæmis, ég held að hvað er ekki fjórði liður eða þarna þetta erindi til kynningar, það er sem sagt biðlista eftir leikskólaplássum. Og þetta er bara stöðulisti sem er tekinn 18. febrúar og þetta eru börn fara ekki á biðlista fyrir það 12 mánuða, bara daginn sem verða 12 mánuða þá fara þau inn á biðlista. Þetta er ágætisgreining en það eru svona cirka 10-12 börn sem að bætast við á mánuði. Þannig að ef eru þarna voru 100, voru skráðar vistuna umsóknir 139 og af þeim voru 26 börn, þannig að þetta gæti kannski verið 149 dag mögulega. Og þannig að þetta er svona, og ég veit að búið er að fara yfir lista með börn sem eru með skráða flutningsumsóknir, þannig að ég held að það er búið og ég held bara í lok mánaðarins verður farið yfir umsóknir eftir þess að fundur vegna til að deila út leikskólaplássum. Þannig að ég held að þetta er kannski von að foreldrar fái þá bréf eða ég veit ekki hvernig þetta er sendt út bara svona fljótlega eftir páska. Bara þetta sem ég vildi svona sína. Þarna er alveg bæði fæðingarár og svona, þannig að þetta er listinn sem hún tók fyrir mig saman 18. febrúar, hún Margrét Björk og eða Guðný gerði það reyndar fyrir okkur. Guðný Ingibjörg Gunnarsdóttir leikskólaráðgjafi, það var unnið að henni. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Brynhildur. Það hafa ekki fleiri kveðið sér hljóðs undir þessum 9. lið á fundinum. 71. fundi bæjarstjórnar Árborgar 2022-26 og þá förum við í 10. lið bæjarráð 162. fundur haldinn 5. mars síðastliðinn. Einhverjir sem vilja tjá sig þá fundargerð. Ef svo er ekki þá förum við í 11. lið á dagskránni og það mun vera bæjarráðsfundur líka. 163. fundur haldinn 12. mars síðastliðinn, einhverjir sem vilja tjá sig þá fundargerð. Ef svo er ekki, þá förum við í 12. lið á dagskránni. Það er skipulagsnefnd 58. fundur haldinn 12. mars sömuleiðis síðastliðinn, einhverjir sem vilja tjá sig þá fundargerð. Ef svo er ekki, augnablik á. Það er augnablikstöf hér vegna vandræða við að tengjast umheiminum á alnetinu sem er auðvitað sleppur til. Okay. Þá förum við í 13. lið á dagskránni sem er bæjarráð 164. fundur frá 19. mars síðastliðinn og er jafnframt síðasti liður þessa fundar. Ef einhverju vilja tjá sig þessa fundargerð þá gefið þið mér merki.
Já, það er Sveinn Ægir Birgisson bæjarfulltrúi D-lista sem hefur óskað eftir að fá að taka til máls. Það er ábúrseti, ég kemur undir fyrsta lið, ég langar bara að hvetja íbúa til að kynna sér dagskrá voru í Árborg sem verður kynnt og verður haldið núna í aprílmáni, að virkilega metnaðfull og spennandi dagskrá varðandi barnamenningu og meira, og gaman líka að heyra sveitarfélag okkar er leiðandi við að halda barnamenningu hérna á Suðurlandi, að mörgunum sveitarfélag hoppu á vagnin og eru með okkur að fagna þessu. Takk. Takk fyrir þetta Sveinn Ægir. Við erum búin að ræða mikið um börn á þessum fundi í dag og það er vel. Einn af okkar mikilvægasta fólki. En þá hafa ekki fleiri kveðið sér hljóðs og þá er dagskráin sömuleiðis tæmd og ég þakka gott fundarhljóð og góða fundarsetu og óska íbúum, starfsfólki sveitarfélagsins, bæjarfulltrúum og öllu sem til okkar heyra gleðilegra páska og segi fundið slitið.